Það engin venjulegur skóladagur í Valsárskóla á Svalbarðsströnd. Kennurunum hefur verið skipt út fyrir skrímsli og nornir, skólastofurnar eru drungalegar og krakkarnir eru margir hverjir þaktir blóði. Nú erum við með hrekkjavöku, eða bara við notum bara svolítið Halloween og skömmumst okkur ekkert fyrir það. Við erum í rauninni með þennan dag alltaf árvist og höldum upp á hann ekkert endilega á Halloween daginn sjálfan, heldur miðum alltaf við föstudaginn sem næst. Og þetta 10. eða 11. árið, bókum ber ekki saman, en hátíðin bara vex ár frá ári. Skólinn hreinlega undirlagður hérna. Þið takið þetta alla leið. Tökum þetta alla leið, toppum okkur alltaf ár frá ári. Undirbúningur fyrir hina árlegu hrekkjavöku hefst alltaf 2 vikum áður en hún haldin. Fyrst fundað það hvernig á að skreyta skólan, síðan eru skreytingar föndraðar og stofurnar skreyttar. Elstu bekkirnir fara svo í það að undirbúa draugahúsið sem hápunkturinn á sjálfan hrekkjavökudaginn. 1. til 4. bekkur byrjar daginn á að horfa á svona einhverjar Halloween myndir eða draugamyndir. 5. til 7. bekkur við skerum út grasker og það svona keppni og það taka allir þátt í að velja flottasta graskerið. Og unglingastigið sem sagt með draugaganginn og býður öllum nemendum og líka elsta stigi leikskólans að labba draugaganginn og okkur kennurunum líka. Og það í rauninni þau byrja með það sem við kallum ljósagang, af því að sumir hafa ekki alltaf hjarta í að fara ganginn. Það getur verið svolítið ógeðkendi og krakkarnir í leikskólanum fara ljósaganginn. Svo bara hinir sem þora fara alla leið. Eins og sést þá hrekkjavakan tekin alla leið í Valsárskóla og mikill metnaður lagður í búninga, bæði hjá nemendum og kennurum, og erfitt að sjá hvort krakkarnir eða fullorðna fólkið hafi meira gaman að deginum. Ég Cruella de Vil. Í myndinni þá hún þá reynt að brenna hann á lífi og ég eins og ég hafi verið brennin. Og hvernig gerðuðu þetta? Við gerðum þetta í alveg, veit ekki, hálftíma eða eitthvað. Það var bara, við settum bara pappír og settum svo bara vasalín á það og svoleiðis. Og svo settum við bara gerviblóð og eitthvað. Þetta rosalega flott. Takk. Maturinn í mötuneytinu líka í anda hrekkjavökunnar með tilheyrandi ógeði sem reynt að toppa á hverju ári. Við erum með svona hryllilegan matseðil í dag. Það til dæmis bara svona til að hræða krakkana, fiskhausar og dreka egg og þvagprufa. En þau eru ekki að fara að borða það, heldur alltaf að borða aðalega svona hakka með möðkum og eitthvað svoleiðis. Og svo var grauturinn í morgun, hann var nú frekar ógeðslegur líka. Já, við varum með svona grænan graut, svona ógeðsgraut. Og það var ekki allir sem fengu sér þannig, það var svona þeir huguðustu. Og svo hvað í desert hjá okkur? Já, það verður svona súkkulaðikaka með kóngulóm og ormum og mold og allt það sem við fundum sem var svona listugt en ógeðslegt. En sem sagt matsill svona dagstaglega, hann nú allt annar eða ekki? Já, þetta nú ekki svona verulega En það mikil svona metnaði fyrir hrekkjavökunni hérna, þannig að maður reynir að taka þátt í því, svona pínu erfitt. Og hvernig gekk að finna uppskriftir? Þetta svona allt svolítið mikið föndur sem maður finnur á netinu og lítur voðalega vel út, þannig að svona pínu erfitt að ná að gera svona fyrir svona stóran hóp. Ég sé þú ert að steikja fingur hérna inn í ofni. Já, það svona múmíupylsur. Það voða vinsalega á krökkunum. Og svo einmitt eru svona draugar, svona Rice Krispies draugar. Þannig að það verður eitthvað handa öllum. Það einhver elt okkur! Hvernig byrjaði þessi hefð hjá okkur? Nú þetta náttúrulega bandarísk hefð og margir eru náttúrulega að setja út á það, maður heyri þá ofta að við séum að taka þetta upp. Nú ætla ég að fá að leiðrétta. Við nefnilega erum búin að læra það hérna, fórum yfir það að þetta sem sagt bara miklu eldri hefð og í rauninni keltnesk hefð og þetta var þannig að það voru bara 2 árstíðir, það var bara sumar og vetur
Og veturskipti, eða þegar veturinn kom, þá var honum fagnað og sumarið hvatt og það var allra heilaga messa. Og á þessum tímamótum, 31. október, þá í rauninni sko, svona svolítið eins og gerist áramótunum hjá okkur þegar álfarnir koma og svona, þá voru hinnir dauðu að láta sjá sig. Og þá voru sem sagt hérna á Írlandi og í þessum keltnesku þjóðum að þá voru skornar út næpur, ekki grasker, heldur næpur, og ljós sett inni. Þess að draugarnir áttu það til að afhöggva þá sem að urða á vegi þeirra, tók af þeim hausinn og þess vegna myndast þessi haus og með ljósinu inni og eldurinn var til varnar. Þannig að fólk héldi höfðinu á meðan að veturinn gekk í garð. Síðan í rauninni bara flyst þetta yfir til Bandaríkjanna. Ég held að sé einhver 800.000 ár síðan, það er ekki mikið lengra. En féll bara í gleymsku hjá okkur. Og það er náttúrulega siðaskiptin sem að kannski hafa svolítið mikil áhrif á það. Þannig að þið eru í rauninni bara að rifja þennan gamla síðu? Við erum bara að endurvekja, sko. Við erum bara að endurvekja. Og það er bara mikið orðið á Norðurlöndunum. Við erum sko bæði hérna í dönsku, þá vorum við að horfa á myndbönd á dönsku, þar sem að þessi fróðleikur komið mitt fram. Og við erum bara ekkert miklu eftirbátar Norðmanna og Dana, sko, í þessu. Er þetta orðið stærsta hátíð skólans hjá ykkur? Þetta er í rauninni stærsta hátíðin okkar fyrir náttúrulega utan ásatíðina. Sko, það er, eins og maður segir, sinn síður í landi hverju og ég hef nú kennt annar staðar og þar er svona meiri áhersla á dag íslenskrar tungu. Þannig að hver skóli á svona kannski bara sínar hefðir og þetta er okkar.